Komið sæl, þá komið að síðasta myndbandinu fyrir þetta hefti og þar sem að myndbandið í kafla 17 var svolítið langt, þá verður þetta myndband frekar stutt, þannig að það ekkert popp núna. En það sem ég ætla að sýna ykkur núna munurinn á þessu hér, þennst einn af einhverju eða einn á móti einhverju. Og fyrir suma þetta kannski nokkuð augljóst, en ef við lesum innan 2 dæmi sem að líta frekar svipað út, einhver sem að sér munin strax á þessum 2 dæmum. Fyrra dæmi segir að könnun sýnir að einn á móti hverjum 5 nemendum vaknar fúll á morgnana. Hvert hlutfall þeirra sem vaknar fúlir, og hitt dæmið, eins dæmi 2, og þar stendur að könnun sýnir einn af hverjum 5. Hér munurinn fólginn, einn á móti eða einn af hverjum. Og ef við reynum að skoða þetta myndrænt, það kannski skýrir best muninn. Í fyrra tilvikinu stendur einn á móti hverjum 5, að það þýðir að það einn sem vaknar fúll og á móti honum 5 sem vakna þá skælbrosandi. Þannig að allt í allt þetta 6 nemendur og hlutfall þeirra sem að vakna fúlir, ef ég ber saman sem 2 hópa, þá 1 á móti 5. Hitt dæmið, og þar segir að einn af hverjum 5 nemendum. Það að segja, ég með 5 nemendur sem vakna og einn af þeim alltaf fúll. Og þá hinir 4 sem eru skælbrosandi. Og ef ég ber saman svo hópa fúll og ekki fúll, þá myndi ég segja að vera 1 á móti 4. Þannig að bara þetta, hvernig þetta orðað, hvort það standi 1 á móti eða 1 af, það getur breytt heilmiklu. Og þetta myndband á bara að sýna ykkur að það borgar sig að lesa dæmi vel og kannski jafnvel teikna þetta upp svona myndrænt ef að menn eitthvað að vitast á þessu. En meira það nú ekki í bili. Þannig að heimsmet í stuttu myndbandi hefur verið sett. Takk fyrir mig.